Góðan daginn, ég heiti Þórður Víkingur Friðgeirsson. Ég vil byrja á því að þakka þér fyrir að taka þér örfáa mínútur til þess að kynna þér þetta YouTube myndband. Ég er verkfræðingur, hef unnið við stjórnun, er fræðimaður og háskólakennari við Háskólann í Reykjavík, mjög reyndur stjórnunarráðgjafi, en ég hef sömuleiðis einnig tekið á hendur námskeið og þjálfun fyrir fjölda fyrirtækja, félagasamtök og stofnana og á langa feril að baki sem slíkur eða 24 ár og hef unnið við flestar endurmenntunarstofnanir landsins. Áherslur mínar með námskeiðunum og stjórnundaþjálfuninni er hagnýt fræðsla og helst vil ég sníða þetta að þörfum fyrirtækisins sem að í hlut á hverju sinni og helst vil ég mér að sé ganga enn lengra og tengja þetta við starfsemi og verkefni fyrirtækisins. Þannig er raun og veru stegnar nokkra flugur í einu höggi. Stjórnendur og starfsmenn hljóta þjálfun í því sem að hæst ber og nýjast er á viðkomandi sviði, ásamt því að vinna við raunhæf verkefni í þágu fyrirtækisins. Þannig að þannig er margvíslegt hagnýtt gildi. Ég fullyrði að námskeiðin og fræðslan og þjálfurinn sem ég býð upp á er á pari við það besta sem gerist á Íslandi, en verðið er afskaplega hagstætt. Það er oft samið bara eitt verð, óháð fjölda þáttakanda og ég einfaldlega hef litla yfirbyggingu og þar lendi get ég boðið hagstætt verð, en ég fullyrði að gæði námskeiðana eru fyrsta flokks. Ég ætla að nefna hérna nokkur námskeið sem að hafa verið vinsæl hjá mér og gengið vel og hlotið lof fyrir það sem að hafa hlýtt og tekið þátt. Fyrst vil ég nefna verkefnastjórnun. Verkefnastjórnun er eitt algengasta og vinsælasta stjórnunarform samtímans, en það er líka margslungið og ekki kannski alltaf auðvelt að hrinda því í framkvæmd innan fyrirtækja. Þarna er verið að kenna verkefnastjórnun með tilliti til þess að búa til viðskiptahugmynd, útfæra viðskiptahugmyndina og afmarka, setja upp markmið, tengja markmiðin inn á áætlanagerð svo sem tíma- og kostnaðaráætlanir, búa til framvindu eftirlitskerfi og síðan verkloka uppgjör. Og þá höfum við líka verið að kenna verkefnasöfn eða hvernig maður stýrir mörgum verkefnum samtímis og loks má benda á að við höfum oft tengt nýjustu áherslur og strauma og stefnur í verkefnastjórnun inn í þetta sem kallar agile aðferðir og þá höfum við sérstaklega kannski lagt áherslu á Scrum hugmyndafræðina sem er svona undirflokkur í agile, en Scrum hefur verið tekið upp og líka vel hjá mörgum íslenskum fyrirtækjum. Þetta er mjög hagnýtt námskeið og mitt vinsælasta kannski. Þetta er einnig alveg gífurlega áhugavert námskeið að mínum dómi, svokölluð straumlínustjórnun eða lean management. Þetta er verið hugmyndafræði sem er grunnurinn undir velgengni margra þeirra fyrirtækja sem að svona við lítum helst upp til. Það felst í því verið að nota hugmyndir úr gæðastjórnun til þess að meta ferla fyrirtækisins og útrýma flöskuhálsum, minnka sóun, bæta gæði, hugsa frumlega það hvernig við getum leyst vandamál í þágu viðskipta vinarins. Þarna felst sömuleiðis í þessu að mæla og breyta þessum mælingum í einhvers konar mælikvarða sem síðan leiða til þess að við getum náð þeim árangri sem aðeins stefnt. Geysilega áhugavert námskeið og getur svona skila miklum árangri inn í fyrirtæki á tiltölulega skömmum tíma. Þetta er námskeið sem ég hef mikla trú á fyrir framtíðina. Rekstrarumhverfi fyrirtækja verður sífellt flóknara og margbreytilegra og þar af leiðandi verður eiginlega starfsemi stjórnenda og starfsmann og annar þeirra sem bera ábyrgð í fyrirtækinu flóknara og margbrotnara. Og í þessu námskeiði er kennt hvernig við tökum upplýsingar sem liggja fyrir, við vegum það saman, við metum áhættu, við stillum upp með mótuðum aðferðum, ákveðnum líkönum og helst notum við að sjálfsögðu teymi til þess, því betur sjá augu en auga og á grundvelli þessar upplýsinga getum við forgangsraðað og tekið bestu mögulegu ákvörðun í þágu þeirra hagsmuna sem ræðir.
Þetta er svona framtíðarmúsíka ákveðnuleiti en eitthvað sem að mun örugglega skipta verulega miklu máli í framtíðinni. Þá skal ég loks nefna að gera viðskiptaáætlana. Viðskiptaáætlanir eru vitanlega nauðsynlegar ef að þú ert frumkvöðull og þetta er líka afar sterkt verkfæri fyrir þá sem að standa í breytingum eða er að þróa sína starfsemi áfram og skiptir auðvitað höfuðmáli á að fara til fjárfestis til þess að leita liðsinnis hans eða í bankan til þess að sækja fjármagn, nú eða að leggja fyrir stjórn fyrirtækisins til að sannfæra ágætu hugmyndar. Gera viðskiptaáætlanir er einfaldlega bráðsniðug leið til þess að taka einhverja hugmynd og kortleggja hana, greina markaðinn, greina áhættuna, tækifærin, ógnanir, stilla upp arðsemisútreikningum og tímalínu og þar fram eftir götunum. Og mjög skemmtilegt námskeið og áhugavert og margra hluta sakir. Sjálfsögðu er einnig hægt að taka búta úr námskeiðunum og að tvinna saman eftir þörfum viðskiptavinarins hverju sinni. Og fleiri námskeiði eru sjálfsögðu í boði en ég ætla að láta þetta nægja í bili og þakka þið fyrir að hlusta og horfa.